love to hear is the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear praises he hears. The sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear worship he hears. Gott að sjá ykkur. Þvílíkt gott að byrja svona lagi. Bara vakna þú sála mín og syngdu. Stundum líður okkur ekki þannig. Við þurfum bara að tala út líf, von, af því að það til staðar. Guð hefur gefið okkur þessa uppsprettu. Hann uppspretta lífsins, vonarinnar, lækningarinnar, lausnarinnar. Og við ætlum að biðja saman. Og það svo gott að lesa hérna í Biblíunni. Það segir í Filippíubréfi 4. kafla að við eigum ekki að vera hugsjúk neitt. Við eigum ekki að hafa áhyggjur.
Og það segir hérna, verið ekki hugsa neitt, heldur gerið í öllum hlutum, óskir ykkar, kunnar Guði, með bæn og beiðni og þakkagjörð, og friður Guð sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjört ykkar og hugsanir í Kristi Jesú. Og svo svo gott sem segir hérna eftir, allt sem satt, allt sem göfugt, rétt og hreint, allt sem elskuvert og gott afspurnar, hvað sem dygð og hvað sem lofsvert, hugfesti það. Það alltaf verið að segja okkur, ef við lesum orðið og Guð segir að við höfum að hafa hugafar Krists. Og það svo mikið með þetta hugafar, að trúa og treysta og vera með fókusinn á þessu góða, þetta rétta, þetta sem gott og rétt og satt. Að við hugfestum það, treystum Guði. Við erum öll með bænarefni á hjart okkar. Og það barst hérna bænarefni fyrir manni sem að bíða eftir íbúð og það mjög áríðandi að hann fái íbúðina fljótt til þess að geta sinnt börnunum sínum. Og við skulum bara standa saman í bæn fyrir honum að bara hann losni út rétta íbúðin fyrir hann. Og öll bænarefni sem við berum á hjart okkar og í hug okkar fyrir þeim sem í neyð, getum við tala líf og beðið Guð eins og vorum að syngja. Hann gerir alla hluti sem ómögulegir mögulega. Faðir, við bara þökkum fyrir að þú ert hér mitt á meðal. Takk fyrir nærveru þína, takk fyrir elsku þína, takk fyrir að þú ert sá sem þú segist vera. Takk fyrir lífið í þér, Drottinn minn. Takk fyrir að fáum að koma fram fyrir því hvar sem hvenær sem og þú heyrir bænir okkar og hróp hjört okkar. Þú þekkir neyðina, Drottinn minn, og við áköllum þig, Drottinn minn. Þú ert nálægur öllum þeim sem að ákalla þig í einlægni. Og við þráum, Drottinn minn, að bara leita þín með þau bænarefni sem á hjört okkar. Þú þekkir það sem hvílir á hjört okkar og herðum og huga. Og ég bið þig, Drottinn, að mæta og grípa inn í, komi sigur og komi lausn og komi frelsi og komi líf, Drottinn minn. Og ég bið fyrir þessum manni sem þarf að fá íbúð, Drottinn minn, og að bíða. Og ég vil bara leysum hana út í Jesú nafni, Drottinn minn. Blessa hann og alla fjölskylduna hans, Drottinn minn, og börnin hans. Og ég bara ákalla þig í bara að komi sigur. Og sigur fyrir einn og sérkvæmt sem hér inni í kvöld, Drottinn minn. Það var eitthvað sem að binda niður eða bara erfitt. Þá bara felum við þig, Drottinn minn, og biðjum þig að sýna leiðina og sýna hvað það sem hvernig við getum sleppt tökunum á því sem við ráðum kannski ekki við, en þú ræður við, Drottinn minn. Þér engin hlutur menn, Drottinn minn og Guð. Og ég legg þessa stund í þínar hendur. Ég bið áframhaldandi að blessa lofgjörðina og eininguna í henni, Drottinn minn. Takk fyrir að við fáum að lofa þig, óhindrað. Og ég bið fyrir þeim sem líka úti að þjást, Drottinn minn. Þú þekkir þá sem að þjást og við áköllum þig fyrir líf eins og sérkvæmt sem í neyð eða í fíkn og að biðlista eða hvaða sem að Drottinn minn hrjáir, Faðir, að þú grípir inn í, Faðir. Og ég bið þess, Drottinn minn, að þegar orð verið tala hér í kvöld, Drottinn, þegar Baldur talar, þú smyrð varir hans á tungu og við fáum að heyra fagnaðarerindi þitt, Drottinn minn. Góðu fréttinnar. Takk, Jesús. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Hérna aftastir baukar og posi og þökkum fyrir alla sem að gefa í þetta starf. Það er mjög mikilvægt að bara þetta starf haldi áfram og ekki það að það haldi áfram út af því, en bara svo gott líka að geta gefið. Það einn hluti af þessari lofgjörð að gefa. Bara Guð bless ykkur fyrir það. Takk. Amen. Við ætlum að taka nýtt lag í kvöld sem heitir Jesus is my healer og mér langar að biðja ykkur að rísa á fætur og þeir sem geti og vera með okkur í lókinu. Textin kemur hérna upp, þannig að við skulum, þótt að við kannski þekkjum ekki alveg lagið, að þá bara horfa á textan og hlusta og bara svona meðtaka það sem við syngjum og spilum. Og textin segir að Jesus læknirinn minn. Hann allt það sem ég þarfnast. Þannig að við skulum syngja þetta saman.
restored by his body that was broken, precious blood freely shed. The spotless Lamb of heaven has forever conquered death. Jesus is my healer, he's everything I need. He alone has triumphed over sickness and disease. Feel where is your power, the cross is your defeat. Jesus is my healer, he has won the victory. Oh, how great a love, I'm held by perfect peace. He walks with me through valleys, understands my suffering. Every joy and every sorrow, every triumph, every loss, I know everything is covered by the shadow of the cross. I know everything is covered by the shadow of the cross. Jesus is my healer, he's everything I need. He alone has triumphed over sickness and disease. Feel where is your power, the cross is your defeat. Jesus is my healer, he has won the victory. Jesus is my healer, he has won the victory. Stendur fyrir Filippíubréfinu 2. Fyrir því hefur og Guð hátt upphafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafnið Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni og jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði Föður til dýrar fyrir Jesús Kristur er drottinn. Everything bows at his name. Everything bows at his name. Sickness, darkness, chains break at the name of Jesus. Everything bows at his name. Everything bows at his name. Sickness, darkness, chains break at the name of Jesus. Everything bows. Everything bows at his name. Everything bows at his name. Sickness, darkness, chains break at the name of Jesus. Everything bows at his name. Everything bows at his name. Sickness, darkness, chains break at the name
shaken. I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking. You still reign and you're still God. And when I feel hope has faded, the heavy questions hit so hard. And though my soul may feel forsaken, you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. This one truth will be my story. You still reign and you're still God. I will declare that you are with me. The voices whisper that you're not. You never leave nor forsake me. 'Cause you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you're still God. When my enemies surround me, I trust the victory of your cross and fix my eyes upon you, Jesus. For you are God and I am not. You are good and you are faithful, as you've been from the start. You're working all things for your glory. 'Cause you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you're still God. This one truth will be my story. You still reign and you're still God. Svo gott að minna sig á að sama hvað gengur á í lífinu, þá er hann samt alltaf Guð. Hann er alltaf Guð. Er það ekki? Hann er alltaf Guð og hann er alltaf góður. Amen. Skulum halda áfram.
is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. Oh, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Come have your way in this place, God. Do what you wanna do. Here is where I lay it down. Every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Shake up the ground to form my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground to form my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground to form my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground to form my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to whatever you want to. I'll make room for you. Come have your way, Jesus. We will make room for you in our busy schedule. 'Cause you're more important. You're more important. Heila, heila, Jesus. Heila, heila, Jesus.
hrista upp í öllu normin okkar sem við erum búin að byggja upp þannig að við stundum bara gleymum því. Faðir, viltu hrista upp í hefðunum okkar? Viltu hrista upp í þessu trúarbragði sem við getum stundum dottið inn í? Drottinn minn og Guð, við þráum bara að sjá einan þig. Við þráum bara að elta einan þig, Drottinn. Heilagur ertu, Drottinn. Shake up the ground. Shake up the ground for my tradition. Break down the walls for my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground for my tradition. Break down the walls for my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground for my tradition. Break down the walls for my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground for my tradition. Break down the walls for my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up and shake up the ground for my tradition. Break down the walls for my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground for my tradition. Break down the walls for my religion. Your way is better. Your way is Your way is better. Your way is better. Your way is to do whatever you want to, and I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits
awestruck wonder at the mention of your name, filled with wonder, filled with wonder, awestruck wonders at the mention of your name, filled with wonder, filled with wonders, awestruck wonder at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Sing your song. With all creation, With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. I will adore you, God. Be my everything, be my everything, Jesus. Jesús, Jesús, Jesús. Stöndum á fætur og lyftum höndunum til himinsins, til frelsarans, til Jesú, sem höfundur og fullkomnar trúar okkar. Og byrjum að þakka Jesú fyrir allt það góða sem hann hefur gert í líf okkar. Byrjum að þakka honum fyrir öll þau kraftaverk sem hann hefur gert í okkar lífi. Og í lífum þeirra sem við höfum beðið fyrir þeim sem við höfum blessað, fyrir þeim sem höfum verið til staðar. Skulum halda áfram að lofa Guð aðeins saman. En lofum hann með okkar eigin orðum fyrst, bara þökkum honum fyrir. Þakka þér fyrir Drottinn hvernig þú tókst mig úr myrkrinu. Þakka þér fyrir Drottinn hvernig þú leysti mig. Þakka þér fyrir Jesús hvernig þú lést elskuna þína ævarandi finna mig. Það sem ég átti ekkert. Þakka þér fyrir Jesús. Þakka þér fyrir og í þessu þakklæti Drottinn. Það ætlum að syngja aftur saman Holy, holy, holy. Með þetta þakklæti í hjart okkar. Og syngjum þetta með hjartan okkar, með röddin okkar, með sálin okkar, með andanum okkar. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything.
are my everything, and I will adore you. Þú ert kannski hérna í kvöld og Jesús ekki þetta allt sem að þú vilt, sem að við erum að syngja að hann sé allt okkar. Þú ert kannski hérna í kvöld og þú þekkir ekki frelsara minn, Jesú Krist, sem að kom frá Nasaret, sem að gekk jörðina í 33 ár, sem var krossfestur, dáinn, grafinn, sem að reisi hann upp á 3. degi. Og það voru 12 gæjar sem voru eldan. Þeir voru allir vanhæfir. Þeir áttu að sameiginlegt að vera algjörlega vanhæfir. Af því Jesús, hann kom ekki til þess að fyrir þá sem að þurfi ekki á lækni að halda, heldur kom hann fyrir þá sem eru brotnir, sem að þurfa á honum að halda. Og ef þú ert hérna í kvöld og þú þarft á honum að halda í lífið þitt, og ég finna hérna inn í kvöld er fólk sem að hefur að berjast við sjálfsvígshugsanir, þú hefur að berjast við þessa hugsun að þú eigir ekki annað tækifæri. Og mér langar svo að bjóða þér tækifæri í kvöld. Tækifæri sem að ég tók fyrir einhverjum 2007, hvað mörg ár síðan maður? Það svo langt síðan. En ég greip þetta tækifæri með báðum höndum. Og ég sagði já við Jesú í einhverjum heimahópa sem ég var narraður inn til að spila eitthvað lag. En ég ákvað að gefa honum tækifæri. En Jesús hérna í kvöld og hann að bjóða þér þetta tækifæri sem að mér var gefið árið 2007. Síðan þá hefur verið alls konar. Dómharður, hrokafullur, fordómafullur. En þessi elska Guðs svo áhugaverð. Það ekki að segja þessi skrítin. En vitið að Guð bara óréttlátur. Hann bara rosalega óréttlátur. Hann rosalega óréttlátur. Með hvað hann gaf mér fyrir það sem ég gaf honum. Því að elskan hans algjörlega óréttlát, við eigum hann ekki skilið. Og það kannski það góða við hana, því þá förum við ekki að reyna að vinna okkur inn fyrir þessu öllu saman. Ef að Guð var réttlátur, þá var ég einhvers staðar í kvala losta núna. Út frá öllum þeim sársauka sem ég valdi öðrum. En Jesús hérna í kvöld til þess að frelsa þig. Það er megin tilgangurinn inn í kvöld. Til þess að leysa þig og frelsa þig. Og það er ein leið að komast út úr þessu öllu saman. Það er að grípa með báðum höndum í þetta. Og mér langar á áður en ég leipi lofgjörunni niður að gefa þér tækifæri. Til þess að eignast það sem ég eignaðist árið 2007. Ég að segja ykkur að þetta algjörlega fáránlegt og óréttlátt. Ef þú spyrir alla sem ég hef meitt, þá þetta bara mjög óréttlátt. Það sem ég fekk. Og veistu að Guð svo miklu stærri heldur en einhver guðfræði. Allavega stærri en guðfræðin mín. Aftur og aftur hefur hann sýnt mér það. Hvernig gæska hann svo góðvild breytir öllu. Svo ef þú ert hérna inni og þú átt ekki trú á Jesú Krist, hann langar mig að gefa þér tækifæri núna. Til að standa á fætur og biðja með bæn. Ég ætla ekki að ljúga þér og segja að þessi bæn muni breyta öllu. Það sem gerist eftir hana mun breyta öllu. Valið þitt eftir þetta mun breyta öllu. Tækifæri sem að þú færðir inn í kvöld með því að biðja þessa bæn, það mun breyta öllu. En bænin hún opnar bara leiðina fyrir okkur til að ganga inn í eitthvað algjörlega nýtt. Þannig að þú ert inn í kvöld og þú vilt kynnast Jesú Kristi betur. Stattu á fætur núna, má ég sjá. Amen. Geggja maður. Geggja. Mér langar, ég sé að það fólk staðið upp út allt. Mér langar til að bjóða ykkur að gera eitthvað sem algjörlega stórkostlegt.
Ég var í fangelsi í Belgíu að predika og það var fullt. Voru einhverjir 30 morðingjar og nauðgarar og ofbeldismenn og þá sagði ég við þá strákar að þið geti ekki staðið upp fyrir Jesú inni og ég ekki séns. Þarna úti. Mér langar að bjóða þér að labba hérna fram núna því að við viljum að biðja fyrir þér. Þú sem að vill taka á móti Jesú, komdu hérna fram, sem að byrja þetta á því að við getum fengið aðeins að syngja Holy, Holy meðan fólk að tínast hérna fram. Mér langar bara til þess að við byrjum á því að gera það sem mikilvægast, það að gefa Jesú Kristi allt. Það eru fleiri sem stóðu á fætur, ekki vera hræddir. Ekki vera hræddir við þetta. Það algjör óþarf að vera hræddir. Af því ef að ykkur skortir hugrekki á að ganga einn upp, þá eigi svo litla lífslíkur hefði gangið einn út. Þannig að gefa honum allt. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Við skulum biðja, elsku Jesús, gefðu mér tækifæri til að kynnast þér betur, til að standa stöðug í elsku þinni. Þakka þér, Jesús, að þú dóst í minn stað til þess að leiða mig inn í faðm föðurins, til þess að ég væri ekki lengur munaðarlaus, heldur gæti kallað mig son eða dóttir. Fylltu mig á anda þínum. Ég trúi því að þú sér Guð. Snertu við mig núna. Í Jesú nafni. Amen. Og settu hendina núna á maga þinn. Og gefðu heilugum anda leyfi til þess að fylla þig. Við getum bara fengið fyrirbeiðendur til að biðja fyrir fólkinu sem hérna og blessa það og snerta það. Faðir minn, ég þakka þér fyrir náðun og miskunn á Drottinn. Ég þakka þér fyrir Drottinn það sem þú ert að gera á meðal okkar, Drottinn. Ég þakka þér fyrir elskuna. Ég þakka þér fyrir, Faðir minn, að þú blessar þetta fólk í dag. Ég þakka þér fyrir, Drottinn minn, elskuna þína. Svo meðtökum þess elsku. Bara meðtökum hana, gefum okkur smá tími í þetta. Prófa bara að loka augunum og leyfið Jesú að hreyfa við ykkur. Leyfið Jesú. Jesus. Filled with wonders, Awestruck wonders at the mention of your name. filled with wonders, Filled with wonders, awestruck wonders at the mention of your name. Jesus, your name is Power, breath and living water, such a marvelous mystery. Jesus, your name. Jesus, your name is power, breath and living water. Such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God
Amen, amen. Til hamingju. Til hamingju með það sem var að gerast innra með þér. Hvað margir sem fundu Guð snerta við sér? Maður sjá hendur á loft. Hvað funduð eitthvað? Amen. Yndislegt. Hugsið ykkur hvað þetta er stórkostlegt. Hann er einni bæn í burtu. Gefum lofgjörinu gott klapp. Maggi, vídeómaður, var að beða mig að vera kjur. Ég get ekki verið kjur. Þú veist, það er rosalega erfitt fyrir mig að vera kjur. Ég verð svo spenntur þegar ég er að tala Jesú að mér langar ekki að vera kjur. Mér langar bara að vera á fleygiferð. Það sem mér langar að tala í kvöld er eitthvað sem er mjög hjartfólkið, sem er ótrúlega erfitt líka, það er að fyrirgefa. Er ykkur góðir í því að fyrirgefa? Mér langar að vera rosalega góður að fyrirgefa. Þegar Cain drap Abel og öll hefndin kom og öfundsýkin og allt þetta, það var einn algjör ofbeldismaður sem hét Lamek. Hafið þið heyrt um hann? Hann vildi láta hefna sín 70 sinnum 7. Þetta var búið að fara átt að hefna Cain 7 sinnum og þeir voru alltaf að fara hærra og hærra með, bara eins og Íslendinga. Hafið ekki lesið Íslendingasögunar? Það snýst bara þessi var að hefna fyrir þennan og svo hefndi þetta, svo eru allir bara dauðir. Og það er svolítið, þegar Jesús segir, hversu ofta átt að fyrirgefa 70 sinnum 7, þá er hann að segja að það versta átt að fyrirgefa. Hann er að segja, að það sem fór úrskeiðis þú veist, þegar við fórum út úr garðinum og þegar við byrjum að hefna, ég kom til að leiðrétta. Og Jesús hann kom svolítið til að leiðrétta okkur öll. Ekki satt? Og þegar við erum undir náð Guðs, þá erum við undir þessari elsku Guðs og hann starfar á allt öðru plani heldur við. Okkur er fyrirgefið, ekki satt? Þarna hefur verið mjög gott að segja amen. Eða ætla að vera með í þessu. En í rauninni er grundvallar sannleikurinn sá að Guð fer með okkur eins og við eigum ekki skilið. Við eigum þetta ekkert skilið. Við eigum þetta ekkert inni. Við getum ekki, það er alveg sama hvað þú biður margar bænir, það er alveg sama hvað þú gerir mikið, þú munt aldrei eiga þetta skilið. Og það er svo mikilvægt að við sitjum öll við sama borð því að í grunninum á fagnaðarerindum er jafnrétti, vissu þið það? Hafið heyrt þú veist, er einhverja stelpur hérna? Hvað sagði hérna, er það ekki einhver meðhjálp fyrir mannin? Það stendur í Biblíunni. Já, einmitt, og þetta hefur verið notað svona til að stíga svolítið á konur í kirkjunni. Já, svona vond fólk í kirkjunni. Það er kannski fólk sem skilur ekki alveg. Það eru fleiri en ég sem skil ekki alveg allt í Biblíunni. Gekkja maður. Vitið hvað orðið þetta er, meðhjálp? Og ég segi ykkur það. Sem hefur verið notað svona svolítið til að setja konuna niður, ekki? Sumst það með að konur ekki sem predika í þessum kirkjum, vissu það? Þetta er sama orð og er notað yfir heilagan anda. Vissu það? Nákvæmlega maður. Hvað er Guð þá að segja maður? Til hvers gaf hann okkur konuna? Til að hafa vit fyrir okkur það? Til að tala viskun í okkur? Til að tala blessunin í okkur? Til að tala opinberunin í okkur? Ég veit allavega að kona mín hefur alvarlega þurft að gera það við mig oft. Eitt sem hló. Bara eitt sem þekki mig inni greinlega. Þannig að þú veist, í rauninni þurfum við að skilja það að við sitjum öll að sama borði. Öll. Alveg sama hvað. Og það er engin herra heilagur. Ég stundu held ég var herra heilagur, ég var nýbyrjaður. Þú veist, ég held að, og það er kannski svolítið eðlilegt ef maður fær ekki kennslu og maður fær ekki, þú veist, fyrir okkur svolítið að halda við síðan svona aðeins mikilvægar en aðrir. Er ekki einhver þetta sem að halda það ekkert mann, þú veist, svona aðeins mikilvægar en aðrir. Og það er, þú veist, falli næst, dramb er falli næst.
Og það kannski góða við það að falla er hvað Guð er duglegur að reisa okkur við. Ef ég fengi, sko, þú veist, ég er hættur að tala um mistök í mínu lífi, ég tala bara um visku. Mér finnst það mikið fallegra orð. Ég segi, sko, mistök er ekki nú að gera það bara 2 og 3 í röð. Að það, sko, mistök, ef þú lærir að þeim, er svo fallegur farvegur fyrir að vaksa. Skiljiði? Þú veist, og við þurfum að skilja að við erum bara elskuð sama hvað. Og því verður ekkert breytt. En hvernig við endurspeglum þá elsku aftur til heimsins er aftur á móti ótrúlega mikilvægt. Skiljiði? Og ég er orðin, já, ég segi þetta, ég veit það ekki maður. Ég var svo þreyttur á einu og ég ætla að segja þetta. Ok, haldið ykkur fast. Ég er orðin svo þreyttur á að lesa, þú veist, ég fer lítið inn á Facebook og eitthvað svona, þú veist, að ég er orðin svo þreyttur á að lesa kristna vera að taka fólk niður. Hvað er í gangi? Þú veist, það er okkar, hvað eigum við að gera? Þú veist, ráðamenn og allar svona, hvað eigum við að gera við þá? Biðja og hvernig gerum við það? Með tungun eða ekki? Eða ekki? Og það er svo mikilvægt að við sem eru kristin séum að endur skína þessari þessari fáránlegu, óréttlátu elsku til annara líka. Skilji, ég get verið í mínu mannlega réttlæti hérna. Er einhver með sterkar réttlætiskennd þetta eins og ég var með einu sinni? Ég var alveg, sko, ég er að segja þér, þú veist, með skoðun öllu. Eða ég get verið bara hérna í þessari fáránlega óréttlátu elsku og bara elska fólk og staðna sig þar á. Skiljið, stundum þýðir að elska að draga línu í sandinn, sko, en ég get samt elskað. Skiljið, af því að við þurfum að læra að komast úr þessari mannlegu hegðun okkar, þar sem einhvern veginn allt snýst um mig. Þú veist, ég hef oft verið að spá í því. Þegar Guð er að hlusta á okkur lofa sig og svona, þú veist. I surrender all. Já, hvað með þetta hana? Hvernig við erum svo oft einhvern veginn að syngja eitthvað sem við erum ekki alveg tilbúin til að ganga inn í. Það er í ógeðslega leiður kvöld, eða? Það er svo mikilvægt fyrir okkur að hætta að vera hérna. Við megum alveg vera hérna. Það breytir engu. Skiljiði? Þú veist, það breytir engu gagnvart Guði. En veitir hverju það getur breytt? Hvernig aðrir sjá Guð? En sko, þegar við erum hérna í þessari fáránlega óréttlátu elsku til allra, sama hvað ég gera, það er rosalega mikið frelsi. Skiljið, þú veist, að því að allar þessar slæmu tilfinningar sem ég þarf að halda þarna sem að Efesusbréfið tala um þetta, ég skal bara lesta fyrir ykkur hérna, má ég sjá. Burt með alla beiskju og gremju, reiði, hróp, lastmælgi ásamt allri illmennsku. Verið góðir hvor við annan, eða hver við annan. Og miskunnsamir og fyrirgefi hver öðrum eins og Guð fyrirgaf ykkur í Kristi. Og systkini, sko, þú veist, hvar viljum við vera? Viljum við vera hérna, hvað viljum við spegla? Hvað viljum við að fólk sjái? Hvað sér fólk þegar það horfir á þig? Það er hrikalegt maður. Ég vil að Guð sjá eitthvað lifandi. Og fólk sjá eitthvað lifandi þegar það horfir á mig. Ég vil að fólk horfa á mig og hugsi bara, hvað er það þar sem að það sjá að því mig langar í það líka? Ég vil sko bara að fólk sem er í heiminn það öfundist út í það sem Guð hefur gefið mér svo mikið að það elti mig þangað. Þá getur öfundi fara að virka fyrir okkur. Og það er kannski ágætt ef hún framkallar það í lífið þarna megin. Af því að sko, Jesús segir bara að þið verða að fyrirgefa. Við lifum í einhverju mannlegum veruleika þar sem að við fyrirgefum hvað? Hvað fyrirgefum við?
Það? Þangað til eitthvað særi mig. Skilji, ég man eftir því, sko, þú veist að strákurinn sem að var þarna þegar litla systir mín dó og gaf henni þessi eiturlyf og kom henni ekki til hjálpar og fekk fangelsisdóm fyrir það. Ég þurfti bara að velja fyrirgefa honum ótrúlega lengi, sko. Og ég var alveg, og fyrirgefa honum. Og það var bara ógeðslega erfitt. Skiljið, þú veist, þú veist, einhvern veginn að segja á strákuna, nei, láta henni í friði. Láta henni í friði. Þú veist, Baldur, við verðum að gera eitthvað. Nei, láta henni í friði. Samt var allt í mér sem langaði til að segja að klára þetta. Lefum honum að smakka í meðal. Mannlega, hérna. Og ég þurfti að rembast við það að lifa hérna megin. Ég þurfti algjörlega að rembast við það í mörg ár. Og síðustu jól. Þá var ég á jólatellingum hjá dóttur minni. Og síðan fyrir aftan með maður. Og eftir tónleikana fyrir ég labbaði til hans og tekið hendina á honum og spyr hvort það sé ekki gott að frétta á honum. Og hann segir mér það, hann sé búin að eitthvað ykkur tíma og ég samkladdist með honum. Og því ég var labbinn í bílmaður þá fattaði ég, sko, þetta er í fyrsta skipti sem ég sé hann og hann átti ekki neitt í mér. Ekki eina taug. Algjörlega frjáls undan öllum þessum hræðilegu tilfinningum sem ég var með inn í mér gagnvart honum. Ég var ekki lengur þarna í þessu mannlega, heldur var ég komin hérna í þessa fáránlegu, óréttlátu elsku. Skilji, og það er þetta sem við þurfum að læra og verðum að gera, að því við getum ekki verið frelsuð og lifað hér. Ef við lifum hér, þá verðum við stöðugt að hrasa og við getum ekki verið það ljós sem að Kristur hefur ætlað okkur að vera. Sem er hérna. Og ég er ekki að gera lítið úr því þegar ykkur brýtur á okkur. En það að við séum föst sem fórnarlamb alla ævi er bara ekki rétt. Kristur dó fyrir okkur. Hann dó í okkar stað. Til þess að við þyrftum ekki lengur að vera fórnarlamb og fyrirgefið mér. Þegar ég var 8 ára gamall og búið að brjóta mér á allan hátt sem hugsast gat. Ég var alla tegundir af fórnarlambum. Kynferðislega, líkamlega, andlega, allt saman. Ég er ekki að gera lítið úr því ef það hefur verið brotið á okkur. En við verðum að læra að komast hingað. Við verðum að læra að fyrirgefa. Af því að fyrirgefningin er hornsteinn kristninnar. Ég ætla að lesa hérna, þetta er ekki beint upp úr íslensku biblíunni, þetta er svona bein þýtt, þannig að þetta hljóma kannski svolítið skringilega. Þetta er Sálmur 103. Þetta er þýtt úr NET-biblíunni sem er uppáhaldsbiblían mín. Því eins og himnarnir eru hátt yfir jörðinni, svo gnæfir trúfesti hans yfir trúfasta fylgjendur sína. Eins og austrið er langt frá vestrinu, svo fjarlægar hann sektina af uppreisnar gjörðum okkar frá okkur. Vá, er einhverju uppreisna gjörnir þetta? Það er enn ég. Ég er að segja það, ég var eins og úlingur hálfa ævina. En hann hefur fjarlægt á sekt frá mér. Eins og faður hefur hjartans meðumkun með börnum sínu, svo hefur Drottinn hjartans meðumkun með okkur. Og hvað þýðir hjartans meðumkun? Það þýðir það að ég horfi ekki bara á þig í erfiðleikunum þínum, heldur fer ég og sit með þér í þeim og leiði þig síðan úr þeim. Systkini, á meðan að við erum föst í ófyrirgefningu sjálf, þá getum við aldrei leitt neitt annan inn í fyrirgefningu. Og þá munum við ýta jafnvel undir að aðrir festist í ófyrirgefningu líka. Af því við höfum ekki opinberun á það hvernig það er að lifa frjáls undan því. Því ég var að hugsa þetta með Krist, sko, ég lendi, já ég segja frá þessu. Já, ok, ég ætla að segja frá þessu. Ég er ofta alveg svona hérna, hvað, þú veist. Ég var semst í Costco og þegar stundum í Costco og hérna, og ég ætla bara að gefa þessari manneski það, við svona löpum á hvort annað. Mér fannst samt hún labbaði meira á mig, sko. Bara svo að það sé nóterað.
Og þetta er múslimsk kona og hún bara trillist. Skilurðu, þú veist, og ég var ekki að gera neitt að mér, sko. Ég var með konu minn og börnunum mínum og hún horfir á mig í þvílíkari andúð og hreytir einhverju orðum í mig á fullu. Bara þvílíkari andúð, sko. Bara, aaaah! Þú veist, og ég var alveg, þú veist, ég þurfti að taka á öllu mínu til þess að halda mig bara rólegum, sko. Þú veist, að því að, þú veist, það með svo fólk sem kom að máli við mig og var eitthvað, þú veist, að rósa mig fyrir viðbröðu mín þarna, að þetta var bara miðju gólfinu, það var bara fullt af, ég veit ekki hvernig þetta er í Costco, alltaf tróðið þarna, sko. Og ég var að hugsa, sko, þegar hún var með þessa andstyða, því ég sá bara í augunum á henni hvað hún bara, þú veist, hataði mig. Og ég veit ekki eins og hver hún var, sko. Og ég var að hugsa, sko, þú veist, þegar Kristur hékk á krossinum, þú veist, sem maður og Guð. Og, þú veist, þeir tóku skeinipapír, vissið það, veitir hvað það var sem að, þetta svampurinn sem stungi í ediki, veitir hvað það er? Þetta er svona skeinipapír. Þetta er það sem að Rómverjar notuðu til að skeina raskati okkur öðrum. Það var svona, ég fór svona klósett í Tyrklandi, sko, svona gamalt. Og það var bara að sita allir saman á klóstinu og svo stendur upp og gerir svona og þá er einhver gaur sem vinnur semst við það að taka hana svamp og þvoða rassinn. Og sem er kannski ágætt í þessum hita og svona. En þvílík niðurlæging fyrir Krist að þeir tóku, sko, eitthvað beist og ógeðslegt og settu í skeinipapír og svo eltu þystur og tróðu upp í hann og þú veist, þeir köstuðu hlut upp á hann og þeir nýttu hann. Þú veist, og þeir hötuðu hann eins og ég fekk svona smá smakka frá þessari konu, bara eitthvað smá smakk, skilur þú veist, eitthvað svona dropp í hafi. Og hann horfði yfir það og hann sagði, Faðir, fyrirgefðu þeim því þeir veit ekki hvað þeir eru að gera. Þú veist, ég náði að fyrirgefa hann á leiðin út, sko. Þú veist, ég var alveg bara, já, þú veist, bara fyrirgefa bara. Þú veist, þetta er örugglega eitthvað með einhverja hefðir eða eitthvað bara, já, ég fyrirgefa henni. Já, ég fyrirgefa henni. Og hvað er ég að segja, sko, þú veist, mannlega, þú veist, það langaði mig bara að segja henni að grjóta sig. Þú veist, hún hefði örugglega ekki skilað það, sant? En hvar vil ég vera og af hverju vil ég þekkjast? Skiljið, hvað á orðspor mitt að vera? Og hvar á það að vera? Skiljið, á ég að vera eins og allir aðrir? Eða á ég líkast þeim sem ég elska mest? Þú veist, að því ég þrái svo einhvern veginn að fá að lifa hérna bara eins mikið og ég get. Það sem ég get gefið þessa róttæku, brjáluðu, óréttlátu elsku til allra. Sama hvar þeir eru, sama hverjir þeir eru og sama hvernig þeir eru. Af því í endan þá er þetta nú bara þannig að sært fólk það særi fólk. Og ég er búin að taka viðtöl við þúsundir manna og kvenna og alls konar fólk stórhættulegt fólk og annað stórhættulegt fólk og þú veist, og alls konar. Og það sem ég hef alltaf, niðurstaðan sem ég fæ alltaf þegar ég er búin að hlusta á fólk og söguna þeirra, ég skil af hverju þau voru eins og þeir eru. Ég skil af hverju þeir leiddust á þá braut eða þau leiddust á þá braut sem þeir leiddust á. En svo situm við einhvern veginn í einhverju sæti sem er bara mölbrotið og bendum fingrinn, jafnvel við kristni. Það að dæma hinni að þennan. Hver gaf þið það vald? Með því mæli sem þú mæli mældur verða. Með því dómi sem þú dæmi myndu dæmda. Ef ekki búið að laga þetta. Syngja þetta saman. Það samkomu. Þú veist, til þess að minna okkur á. Að við ætlum að vera hérna megin í þessari róttæku, óréttlátu elsku til allra. Það sem að Kristur fara að skína. Muni eftir hérna Care Bears. Muni eftir. Hugsa ykkur, sko, þú veist, maður er hérna, þú veist,
Eða viltu vera hérna bara, woo! Það sem að elskan flæðir frá þér. Ég vil vera hérna, maður. Ég vil bara vera einhver kærleiksbánsi sem gerir bara svona og Jesú flæðir bara frá mér. Ég vildi óska þess að ég geti sagt ykkur að það hef alltaf verið þannig, en það er langt í frá verið þannig. En ég er búin að vera á leiðina ánga og ég er alltaf að stefna ánga því mér langar alltaf að vera þarna. Og þegar ég er hérna þá er ég orðinn tiltölulega fljótur að biðjast afsökunar og drífa mig hingað. Skilurðu, þú veist, að fatta það, þú veist, að því allt snýst þetta bara viðbragðstíma í dag. Þú veist, frá því að ég verð særður eða frá því að eitthvað kemur upp á, þá kann ég fatta að biðjast afsökunar og fara aftur hérna. Af því að, þú veist, þetta segja fyrirgefðu, ég man ég alltaf að segja fyrirgefðu, Barbara, fyrirgefðu og eins og sagði mig, fyrirgefðu hvað? Og ég bara vissi ekkert út af hverju ég var að biðjast fyrirgefningar. Þannig ég horfði á hana og ég sagði að þú sért fúl. Og þá kenndum við svo dýrmæta leksíu að það er ekkert nóg að segja bara fyrirgefðu. Það er ekkert nóg að mæta bara samkomu og lyfta upp höndunum og segja halleluja. Það er ekkert nóg að segja bara fyrirgefðu. Og sláðu svo bara aftur, já, fyrirgefðu maður. Fyrirgefðu. Ég þarf að breyta hefðunum mín og til þess að geta breytinni, þá er minnstalega þannig að vita af hverju ég er að biðjast fyrirgefningar. Vá, hvað þetta sparaði mig marga sálfræðitíma, maður. Gott að eiga góða konu, maður, meðhjálp bara. Af því að kona mín er alvöru meðhjálp fyrir mig. Þú veist, ég þarf hana og ég þarf Jesú. Sem hjálpa mér. Ég held ég að fengi svona 10 spádóma. Listen to your wife. Hún hefur aldrei fengið svona spádóm, sko. Það er ekki gott fyrir mig, sko. En Jesús hjálpaði mér maður. Mér langar ekki að vera hérna megin, sko. Mér langar að búa hérna megin. Og þú veist, og ég ætla að keppast eftir því að búa hérna, þú veist, og ég ætla að keppast eftir því að fyrirgefa eins og mér hefur verið fyrirgefið og þú veist, ég veit ekki, það er búið að fyrirgefa mér ótrúlega mikið og ég fengi að upplega fyrirgefningu frá ótrúlega mörgum sjónarhornum og það bara magnaða við það einhvern veginn er það hvað hún gefur okkur mikið frelsi þegar við raunverulega fyrirgefum og hver erum við að halda ykkur í gegn ykkur? Ég man eftir ég að á gaur sem hafði gert mig smá og ég var að biðja, það var eitthvað svona með hendurnar út eitthvað og svo allt í hennu þá er ég bara komin stendi bara á himnum fyrir framan Jesú, svona þú veist, ég veit ekki hvað ég vilja kalla þetta, sín eða ég var með þetta í huganum eða eitthvað svona, þú veist ég var með loku augun og svo bara gerst þetta og ég stend fyrir framan Jesú og hann segir hérna, hvað er þetta með hann hérna, þú veist, og ég alveg, já, ég meina, hann særði mig ótrúlega mikið og Jesú sagði mér, já, ég skil þig. Og ég fann svo mikið skilning einhvern veginn frá Jesú þegar hann sagði þetta við mig og ég fann einhvern veginn þegar ég stóð fyrir framan hann að það var eins og ég var allsber bara, þú veist, eins og hann sæi bara allt. Hann sá bara allt sem að, þú veist, allan mig bara, þú veist, allt, hugsanna mínar og allt. Og ég var alveg svona, þú veist, vissi ég gæti ekkert falið fyrir honum, þú veist, þannig að ég sá hann að ég var sár og hann sagði ég skil þig og svo horfði hann í augunum og sagði Baldur hérna, settu brotið hans á voðaskálanar og það var svona gamaldags vikt, veit ég hvað er að minna, svona þú veist og ég, einhvern veginn, fer í vasan þótt að var eins og ég var nægin, þetta var mjög skrítið og næ einhvern svartan stein og set á vogina og vogin svona liftist hægtaleg, mjög dramatíst og svo horfur hann í augun á mér og hann segir mig Baldur, settu núna alla syndirna þínar hinum megin. Og ég var bara, Jesus, hvað er heimskur maður. Vá, hvernig get ég dreigið andan og verið svona vitlaus. Þú veist, og ég fattaði bara einhvern veginn, vá. Og svo bara, þú veist, kem ég til sjálfsmins og hringi beint í hann aðila og fyrir að hitta hann og bara beða hann afsökunar á mínum hlut í þessu öllu saman og ég var að hugsa, sko, þú veist, hvernig verður þetta, það sem ég var svo fegin, sko, er að ég var ekki dauður. Skilji,
Ég hafði tækifæri til að fara tilbaka og laga þetta. Ég var að hugsa, það var að tala um eitthvað grátur og gnísti tanna og við erum já, þetta er annað fólki sem er til helvítis. Ég var að hugsa bara, er þetta einu kristnu? Er þetta einu kristnu sem eru bara að gnísta tönnum og gráta yfir því hversu blindir þeir voru í lifanda lifi að lifa hérna megin en ekki hérna megin? Ég veit að ef ég hef ekki getað farið tilbaka maður, ég hef gnýst tönnunum maður. Ég hef grátið og ég hef gnýst tönnunum yfir því hversu heimskur ég var að halda ykkur í gegn ykkur öðrum þegar ég fekk að sjá allt það sem ég hefði gert öðrum við hliðina á því. Hver eru við að halda ykkur í gegn fólki? Hver eru við að vera dæmandi? Hver eru við að vera bendandi? Japlanda óförum annarra maður. Þetta er hrikalegt. Það er hrikalegt að vera að smjatta óförum annarra. Hafið lesið kommentakerfið. Þetta er alltaf sama fólki maður. Bla 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 bla. Komið saman til þess að benda á það sem gerir mistök dagsins. Skilji. Ég er búin að slökkva á kommentakerfinu í tölunum minni. Og þeir bara nei, takk. Ég vil þetta ekki inn í mína vitund að því ég þrái að lifa hérna með. Systkini, það er svo margt sem ég geti sagt og svo margt sem ég langar að segja, en fyrirgefningin er ekki auðveld leið. Hún krefst þess að við sleppum takinu og allir réttlætiskennd og við treystum á stóru áætlun Guðs. Og ef við fengjum að sjá þessa elsku, ef við fengjum að sjá bara svona aðeins þessa elsku sem Guð elskar okkur með þessa óréttlátu elsku, þá myndum við gráta úr okkur augun. Þá myndum við myndum hlaupa þangað. Þegar við fengjum að sjá þessa elsku Guðs gagnvart öðrum sem við erum kannski að hatast út í eða þola ekki eða bölva eða ragna. En hann elskar þau jafn mikið og hann elskar okkur. Og það er Mattheus 6, 14, 15 kennir Jesús þetta. Hann segir því að ef þér fyrirgefur mönnum misgjörðir þeirra, mun himneski faðir yðar einnig fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki mönnum, mun faðir ekki fyrirgefa misgjörðir yðar. Fyrirgefning er máttugt verk sem frelsar okkur frá fangelsi biturðar. Að fyrirgefa er að setja fanga frjálsan og fatta fangin var ég. Það er fyrirgefning. Við höldum að við séum einhvern annan í fangelsi, það eru við sem erum í fangelsi. Og mér langar til að bjóða þér í kvöld, elsku kirkja, að fyrirgefa. Stundum þýðir fyrirgefningin að við ætlum að endurreisa sambandið, stundum þýðir fyrirgefningin að við ætlum ekkert að gera það. En við ætlum samt að fyrirgefa. Við ætlum ekki að fara til einhver sem að misþyrmt okkur og endurreisa sambandið við. Þetta snýst ekki um það. En fyrirgefningin þýðir að ég ætla að taka ákveðna stöðu í hjarta mínu sem er ekki hérna. Heldur er í þessari óréttlátu, brjáluðu elsku sem bara Guð getur gefið okkur. Hann kenndi mér að elska. Svo þú ert þetta í kvöld og þú ert að fyrirgefa ykkur. Prófa að loka augunum bara núna og spyrja Guð. Prófum bara öll að loka augunum. Og nú ætla ég að biðja bæn sem er alveg stór hættuleg. Guð sýndu þeim hverjum þeir þurfa að fyrirgefa. Og leiðu og sér það hvað stattu þá á fætur. Í huganum, fær nafn til þín, fær tilfinningu, eitthvað sem tengist einhverjum. Ekki vera hrædd við þetta. Þarna, vel gert. Alltaf einhver eitt sem brýtur ísinn. Já, nákvæmlega maður. Hverjum þurfum við að fyrirgefa? Þarna. Fleiri standa á fætur. Einn af öðrum eru að standa á fætur. Það er því að Guð er að sýna okkur
hvað að halda okkur niðri. Elsku kirkja, Jesús að kalla okkur herra. Hann að kalla okkur til að lifa á hærri stað. Stað elskunar. Þar sem við fáum að lifa fagnaðarerindið. Það ekki alltaf auðvelt, en það alltaf þess virði. Og skulum biðja saman og segjum, ég vel að fyrirgefa. Svo getið þið hvísla nafnið eða nöfnin. Og ég biði Guð að fyrirgefa mér. Og ég biði Guð að fyrirgefa mér, allir saman, ef ég hef brugðist rangt við á einhvern hátt. Ég leysi viðkomandi. Hann eða hún, þau skulda mér ekki neitt. Í Jesú nafni. Amen. Þú vilt fá fyrirbæn, endilega komdu fram. Ég ætla ekki að blaðra mikið meira. En ég langar kannski að segja eitt við ykkur, að þegar þið eru að ganga í áttina að þessari óréttlátu, fáránlegu elsku og fara að lýsa henni, að munu allar dyr opnast fyrir ykkur. Ég er búin að hjálpa svo mörgum í gegnum tíðina og það er eitt sem einkennir alltaf alla þá sem að ná árangri. Það er að vera tilbúin til þess að sleppa, tilbúin til að fyrirgefa, tilbúin til þess að halda áfram, tilbúin til þess að láta ekki stoppa sig. Og alltaf, ekki stundum, heldur alltaf þegar fólk hefur valið að gera það sem er rétt, þá hefur alltaf sé sigur komin í lífið þeirra. Alltaf. Alltaf, ekki alltaf nema einu sinni, heldur bara alltaf. En svo ég sé fullt af fólki sem vil staldra við hérna í réttlætinu, í réttlætiskendinni sinni, í slæmu tilfinningunum sínum og vil berjast fyrir sjálfan sig og renna á raskatið aftur og aftur. Svo ég aftur og aftur og alltaf sé fólk sem leyfir Guð að berjast fyrir sig, ná árangri. Leyfir Guð að berjast fyrir þig. Amen. Guð blessi ykkur, takk kærlega fyrir mig. Hlakka til að sjá okkur næst. Takk fyrir að hlusta.